Við ætlum að fjalla sósíalista og kommúnista á Íslandi. Kjartan Ólafsson, gamall sósíalisti, gaf út bókina Draumar og veruleiki, stjórnmál í endursýn. Þetta gríðarlega mikið rit og hægt að ræða það alveg í þaula en við fáum svona aðeins einsýn í það hvað Kjartan var að fást við. Kjartan Ólafsson, þetta gríðarlega mikið rit sem þú hefur samansett, Draumar og veruleiki, kommúnistaflokkinn og sósíalistaflokkinn, og ég spyr nú bara fyrst einfaldlega, hvers vegna semur þessa bók? Já, sko, auðvitað fann ég mjög fyrir því þegar ég var kominn undir áttrætt fyrir 10 árum eða svo, að ég var orðinn eini maðurinn á lífi sem má segja að hafi verið í innsta hring sósíalistaflokksins, ekki kommúnistaflokksins, ég var ungur til þess. Já. Og ég fann svona finna fyrir því það leyti að það væri kannski skylda að láta eitthvað til mín taka. Sko, þetta saga þessara hreyfingar frá því að kommúnistaflokkurinn verður til og já, fram í Alþýðubandalagið og þú ert að rekja þetta. Já. Líka hluti sem að þú manst ekki sjálfur eftir. Jú. Það sem að ég einsetti mér þegar ég byrjaði á þessu var að vera eins hreinskilinn og mér var framast unnt. Ég vissi að þarna var eitt og annað sem var ekki þægilegt fyrir alla af mínum gömlu félögum og þeirra niðja að fá framan í sig. En ég einsetti mér að hlífa engum. Þess vegna heitir bókin náttúrulega Draumar og veruleiki, því að draumarnir og veruleikin rekast náttúrulega mjög illa á þannig. Í þessari stjórnmálahreyfingu þá þvílíkar andstæður að ræða. Þessi draumar, fögru draumar, allir sem menn voru sannfærðir að vísuðu veginn til framtíðarinnar og þessa mikla þjóðfélags, jafnréttis og réttlætis. En það sem kom við í ljós þegar árin liðu var að þeir sem með völdin fóru í Sovétríkjunum og þeirra leppuríkjum sem kalla mátti, þeirra veruleiki kominn bara eins langt frá þessum upphaflegu draumum eins og hægt að komast. Þetta voru náttúrulega glæparíki. Já, það var þægirvinnin auðvitað og alkunna og auðvitað voru menn misjafnir líka þar en það þarf ekki að fara neinum orðum stjórnarfar Stalíns, það aldekt. En segðu mig sko, en það náttúrulega kemur þetta heilmikið af mönnum við sögu og það náttúrulega sko, menn áttu mismunandi erfitt með að láta af þessum Sovétátrúnaði og hann náttúrulega háði þessari hreyfingu lengi og svo verða þannig einhver skil. Já, sko auðvitað eins og ég minnist á, þá var þetta hjá þeim sem voru sko sannfærðastir. Sannfærðir marxistar og sannfærðir að Sovétríkin væru hvað sem öðru liði forustu ríki allrar alþýðu heimsins sem hlyti að lokum að komast í rétta höfn og eitthvað bæri út af á leiðinni. Þetta fólk auðvitað, það varð auðvitað fyrir stórum áföllum að lokum. Ég var aldrei haldinn þessu trúarlega viðhorfi sjálfur. Það eru þarna tveir stórir foringjar, það Brynjólfur Bjarnason og Einar Olgeirsson og þeir eru býsna ólíkir menn. Þeir voru einlega eins ólíkir og hægt að hugsa sér tvær manneskjur. Aðalatriði málsins nú þetta að Einar
Hann var auðvitað alveg sérstaklega vel til þess fallinn að laða fólk að sér. Hann var rífandi persónuleiki sem að hvar sem menn komu, við skulum hugsa okkur samkvæmi eða einhverju fjöldi fólks boðin. Það kemst enginn hjá því að sjá Einar, þetta er Einar, hann er að tala við hópa fólki. Já. Það sá enginn Brynjólf, hann var allt annar að gerðar, hann vakti ekki á sér athygli. Þetta var einn munurinn á þeim. En þessi hreyfing, hún var sterk hérna á Íslandi. Hún var alveg þrælsterk og þetta voru tveir frontar, svo má segja. Annars vegar voru það verkalýðsfélögin og verkalýðsbaráttan öll. Já. Og þar voru menn, altså sósíalistaflokkurinn, undan með, minnstakosti einn afburðamann, Eðvarð Sigurðsson, afburðamann að vitsmunum og það sem kalla mætti pólitískum hyggindum. En síðan voru það menntamennirnir sem að þú þekkir vel. Það var hinn fronturinn og það er bara megin þorðinn af helstu skáldum þjóðarinnar, rithöfundum, málararnir líka. Ég skal ekki segja með tónskáldin, en þetta var allt í kringum sósíalistaflokkinn. Og þarna var auðvitað Kristinn alveg lykil maður meðan hann var í blóma lífsins sem forstjóri fyrir mál og menningu, Kristinn E. Andrésson. Og það er nú eiginlega harmsaga sem að ég segi af honum í bókinni vegna þess að hann endar auðvitað svo herfilega að það liggur við að hann flýi land til Sovétríkjanna. Kiljan er náttúrulega rosalega stórt nafn þarna líka. Og Halldór hafði auðvitað alveg gífurlega mikil pólitísk áhrif. Og auðvitað hann heldur tryggðinni við Sovétríkin alveg til 1956 og kvikar ekkert í því fyrir hann kemur bara þessi stóru tímamót með Krushevsræðinu og innrásinn í Ungverjaland. Og Halldór var alltaf í heiðurssætinu á framboðslistan hér í Reykjavík. En segðu mér, þín kynslóð, hún kemur að þú ert náttúrulega kynslóðin sem mótast einmitt af Ungverjalandi 56, af Tékkó, af þessum miklu vonbrigðum með Sovétríkin. En samt eru þínir jafnaldrar mikið að leita þarna austur til náms og svona, en þetta er kynslóðin alltaf sem verður fyrir miklum vonbrigðum. Jú, alltaf þessu fólki var þegar þeir fara svona ungir stúdentar með svona glýju í augunum yfir Sovétríkjunum og allt það. Að þegar fólkið tekur út sína mótun þarna í Austur-Evrópu og kemur heim, það er bara hrein undantekning með menn sem að halda einhverri tryggð við stjórnvöld í Moskvu eða Budapest eftir það. Það er alveg þveröfugt. Þetta fólk var eiginlega allt á svipuðum slóðum og ég sem að strax frá 1956 vann að því að slíta þessi tengsl þó að það hafi tekið 12 ár að slíta þau algjörlega. Þá var náttúrulega þarna eldri kynslóð fyrir sem var óljúft að slíta þessi tengsl. Ef ég hugsa þetta út frá mér og því fólki sem var mér svona nokkurn veginn samferða, ef við höfum ætlað að kalla eftir því að slíta öll tengsl við þessa eldri menn sem voru meira að minna bundnir Sovétríkjunum, þá höfum við bara verið eins og hverjir aðrir flugumenn frá Sjálfstæðisflokknum að sprengja þennan flokk upp. Það stóð ekki til. En þetta var nú svona, hættan fyrir blessa fólki sem var í þessari stjórnmálahreyfingu
hún var ekki síst sú að það kæmi sér upp þannig viðhorfi að það lokaðist algjörlega inni. Hefði bara eina skyldu að hlýða því sem rétt var fyrir flokkinn og láta annar róa. Þá gátu menn bara orðið einhvers konar afstyrmi. Ég taldi mig sjá í hendi mér að við sem að stefndum að því að hverfa frá þessum flokkslegu tengslum alveg eindregið að framtíðin hlyti að vera okkar. Hvað þetta varðar, vegna þess að það var varla nokkur maður nema þá einhverjir hálfgerðir kjánar í minni kynslóð sem bundu sig við Moskvu. Segðu mér, Kjartan, eftir þitt langa pólitíska ferðalag og þú voru að hugsa pólitík alla þína ævi, ertu ennþá sósíalisti? Mér finnst orðið ekki hafa skýra merkingu. Sósíalismi sem hugsjón ágætur að mínu viti enn í dag, en hins vegar ég ekkert mikið fyrir hugsjónir. Það dugar mér ákaflega skammt og það sem alltaf hefur vantað upp á, þá er nú frekar að tala marxismann, sjáðu til. Hvernig þetta hjá Marx? Hann með mjög skarpar skilgreiningar á auðvarsþjóðfélaginu, kapítalíska þjóðfélagi, og margt þar sem að stenst dómsögunar vel, en þegar kemur að spurningunum hvað á að taka við, þá hefur aldrei verið nein gild svör að hafa. Aldrei. Og það verður aldrei, vegna þess að einlega grunnforsendan fyrir marxismannum var sú að með réttlátum þjóðfélagsháttum þá hægt að gera mennina góða. Einar Olgeirsson notaði þetta orðalag, ungur, að gera mennina góða, og menn hugsuðu sem svo: ef að búið að útrýma arðaráninu og stétta andstæðunum, þá verða allir góðir hver við annan. En það nú einu sinni svo að mannskepnan miklu flóknar en þetta. Hún hvort tveggja í senn góð og ill, og þannig mun ætíð verða hvernig svo sem þjóðskipulagið kann að þróast. Þessu má ekki gleyma. Þess vegna voru þetta draumórar. Ég vil ekkert gera lítið úr þessum ágætu hugsjónamönnum sem voru mínir lærufeður þegar ég var unglingur. Þetta voru að flestu leyti ágætir menn og alveg sérstaklega auðvitað þetta að skara aldrei eld að eigin köku og fórna öllu mögulegu fyrir sínar hugsjónir. Ég ber alveg fulla virðingu fyrir þeim. En ég hef auðvitað allt annan skilning á manneskunni heldur en þeir höfðu. Það málið. Kjartan. Já. Takk fyrir spjallið, þetta afskaplega fróðlegt. Já, þakka ég bara fyrir. Þátturinn búinn hjá okkur í kvöld. Við sjáumst aftur að viku liðinni.